Páll Viðar Gíslason, Palli, þú lítur að vera sáttur með 3 sigur á Þrótti, fyrstu viðbrögð? Já, ég bara góð frammistaða í Þórsliðin í dag, við vorum þolinmóðir og spilum okkur leik og við erum hættir að pæla í því hvort það séu 11, 10 eða 9 eða hvað margir inn á, við hugsaum fyrst og fremst okkur og það er að vera að sparka okkur ítrekka niður, þá höldum við haus og liðin eru duglega að fá spjöld á mót okkur af því að stundum hefur það verið erfitt fyrir okkur en mér fannst þessum leik að við héldum haus og héldum bara okkar plani og skorum fín mörk og gátum hæglega geta fleiri en þannig að fyrstu viðbrögð bara ánægði með heildabræðin og liðin í dag. Það fór óneitt suma þegar þeir mistu mannavelli af því að Sagan nú ekki með okkur að spila fleiri inn á vellinu. Já, það nú kannski Sagan er oft skemmtilegur og alls konar kantur henni. Kannski höfum við verið meira í því að verjast og berjast okkar alla helmingi en erum kannski ekki vanið því að það eru 9 leikmenn að lágmarki inn í boxinu að verjast á mót okkur, en við erum orðnir býsna rólegir þegar við höfum boltan og viljum hafa hann lungan og leikjónum, þannig að ég held þessi bæði jákvætt og neikvætt þannig lagað en vissulega segir Sagan að við séum ekki að ná í stig þegar við lendum manni fleiri eða jafnvel 2 en á móti kemur á frammistaðan í Grindavík í síðasta leik liðsins var mjög góð, það var stöngin út eða inn á staðan fyrir utátar, það var einan sem klikkaði en það er það sem telur en ég get ekki kvartað yfir frammistöðu liðsins þrátt fyrir tap í síðasta leik en mér framhalda á þessum leik í Grindavík að vera hér þar sem við erum mjög aggressífur, mikið með boltan og erum að leita leiða til þess að opna og tegja á þeim og það gekk áhuga í dag. Þeir voru, getur sagt að svona í fyrri hálfleik hafi ekkert verið rosalega mun á liðunum en þetta var aldrei spurning í seinni hálfleik, miklu betri í seinni hálfleik og þráttir margar skiptingar þá komum þessi ungu strákar mjög vel út. Já, það voru allir að leggja sitt að mörkum í dag, hvað sem við byrjuði að koma inn á. Við veitum náttúrulega 2 skiptingar vegna meiðsla í fyrri hálfleik sem kannski fer úr svona rytmanum sem þjálfarir hafa upp á hlaup í seinni hálfleik ef það þarf að breyta til eða bregðast við einhverjum en þú veist aldrei eða leikurinn byrjar hvernig þú þarft að höndla þetta leikmenn en eins og ég segi þá var heildabragurinn fínn í dag bara utan alla sem minnum. Og stigin góð? Já, við erum í eltingaleik og þess vegna eru 3 stigin mikilvæg fyrir okkur, það er ekkert annað í boði heldur en að sækja þetta sem við ætlum að reyna að hanga í toppliðunum. Hvernig leist það ykkur að fara á Ísafjörð? Bara vel, hörkulið og það er erfiðir heima að sækja og við töpum heimaleiknum okkar á móti þeim hérna og hann svíður enn, þannig að ég vona að menn séu klárir að kvitta fyrir það. Er ekki að gera, menn muni það þegar það mætt til leiks fyrir vestan að hvernig það fór hérna að reyna að snúa því við? Nákvæmlega, ég held að Móli sjá alfarið það að missa þetta út úr sér og reyna að peppa menn upp í þetta en sjálfsög mættum við bara fókusera og veitum að fáum hörkuleik og þurfum að vikja fyrir en við stefnum að sjálfsög að ná í þessi 3 stig. Og halda áfram að klifra töluna? Já, reyna það, ég meina það er bara svo talið upp í lokin, það er bara þannig gilda reglunar. Gangi vel.